Hvernig virkar jafnskipting? Þetta mítósa, mitosis á ensku eða latínu. Þetta þessi hefðbundna frumuskipting þegar venjulegar líkamsfrumur að skipta sér. Við erum með 46 litninga, ég nenni ekki að tegna 46 litninga, ég ætla að tegna 4, 2 pör, 1 stórt par, 1 lítið par. Og það sem að gerist í jafnskiptingu að litningarnir byrja á að tvöfalda sig. Rennt upp, þetta heitir afritun DNA. Geti kíkt ég á einhver myndbönd það. Og það bara búin til, þetta sitt hvor litningur, þeir liggja fastir saman á pínulitlu þráðhafti. Það sem gerist svo næst að þeim raðað upp svona í eftir miðjunni. Og röðin kannski ekki aðalatriði hér. Því og þetta þessi hérna hangir saman á þráðhaftinu líka. Því svo myndast pínulitlar spólur sem að draga þetta allt í sundur. Og þá aðskiljast litningarnir sjáðu þið. Þessi græni eru dregnir í þessa átt og litlu hér og rauðu hérna. Það átti að vera rautt hjá mér. Rauðu hér og hér. Þannig að við endum með einn stóran og einn lítinn grænan, einn stóran og einn lítinn, sjáðu þið, stór lítill græn og stór lítill rauður líka, því að í grunninn þá fruman skiptir sér hér í tvennt. Við fáum 2 frumur sem eru nokkurn veginn, þannig að sé nákvæmlega eins og upprunalega móðurfruman. Þessi tvílitna, 2 litningar í hverju pari, þessar hér eru líka tvílitna. Eins og í rýriskiptingunni þegar það myndast kynfrumur, þá verða dótturfrumurnar sem verða til hérna niðri, einlitna. Bara 1 litningur í hverju pari, en hér eru þeir tvílitna.